flott í okkur. Herðu, það komið að síðasta lið á dagskrá. Það skýrsla bæjarstjóra til málstekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Starf okkar starfsmannabæjarins hefur síðustu vikunar einkennst af vinnu við fjárhagsáætlun og við árslutauppgjör sem lagt var fram til umræðu á þessum fundi. Og það er nú ýmislegt sem hefur nú sett svona stórt strik í reikninginn í okkar vinnu, en svo sem eins og litli COVID-faraldurinn. En ég hef verið að funda með stærri fyrirtækjum í sveitarfélaginu til að ræða stöðuna almennt og horfa síðustu mánuðina og nú í byrjun september átti ég fund með Möl og Sandi. 8. september fundaði ég með forsvarsmönnum Slipsins og í þeirri viku átti líka fund með SS Byggi horfur í atvinnumálum. Og það er mjög mikilvægt að fylgjast grannt með rekstri fyrirtækjanna í bænum, ekki síst þegar staðan eins og nú raunin. Þá heimsótti ég einingu Iðju til þess að kynna mér stöðuna hjá félaginu og ætluðu við að eiga framhaldsfund ég og formaðurinn núna í næstu viku. Nú áfram erum við að vinna að undirbúningi flutnings öldrunarheimila Akureyrar yfir til Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og við erum byrjuð á að undirbúa nýjan menningarsamning, þessar samningaviðræður við ríkisvaldið. Það er mjög brýnt að við fáum okkar hlut réttan þó það væri ekki nema að fá aðeins hluta þess framlag sem ríkisvaldið leggur til sambærilegra menningarstofnana á höfuðborgarsvæðinu. Og það er gríðarlega mikilvægt að allir leggist á árarnar að ná því fram. Og það er gaman að segja frá því að sunnudaginn 7. september var Hilda Jana Gísladóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar, við einstaklega skemmtilega athöfn þegar hinn svokallaði Demarsringur var formlega opnaður. En Demarsringurinn er 250 km langur hringvegur á Norðausturlandi sem opnar ferðafólki auðveldari aðgang að mörgum helstu náttúruperlum landshlutans. En ég held að þetta sé svo sem ekki mikið meira en þetta í bili. Já, það er bæjarfulltrúi bæjarstjóri í loki málsinu og eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 27. ágúst, bæjarráð 3. og 10. september, frístundaráð 2. og 9. september, fræðsluráð 31. ágúst og 7. september, skipulagsráð 9. september, stjórn Akureyrarstofu 3. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 4. september og velferðarráð 2. september og alla þessa fundagerðir má nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:30.